Komið sæl og verið hjartanlega velkomin á þennan fund. Ég heiti Sara Pálsdóttir og með mér Einar Gauti Steingrímsson. Við ætlum að vera með lestur og hugleiðslubæn og yfirskrift fundarins þið eigið ekki af því að þið biðjið ekki. Og þessi fundur fjallar kennslu Guðs í gegnum Biblíuna það hvernig við getum haft átt áhrifaríkt bænalíf og hvernig Guð kennir okkur í gegnum orð sitt, hvernig rétt að biðja, hvernig við eigum að biðja. Og það mjög magnaður boðskapur og svona djúp viska Guðs sem að fjallar þetta tiltekna efni og mikil og rík ástæða til þess að gefa þessu ríkari gaum og skoða þetta. Og bænin sem slík, eins og við sem kristnir einstaklingar og jafnvel þeir sem ekki einu sinni kristnir, ég meina fólk sem allavega skilgreinir sig ekki kristnir, mjög margir nota bæn, jafnvel í svona daglega lífi. Og það sem mér finnst vera náttúrulega mikilvægast öll að vita, til hvers erum við að biðja. Það er svo mikilvægt að við þekkjum okkar Guð og við sem erum kristin, við þekkjum okkar Guð sem Jesús Kristur og Faðirinn á himnum. Og það verið að senda mér skilaboð einhverju í vandræðum með að komast á fundin. Þetta sendi henni linkin eldsnögt svona. Og bænin, hún ofboðslega mikilvæg og hún grundvöllur okkar samfélags við Guð, við Föðurinn á himnum. Og Guð, hann gaf okkur frjálsan vilja og hann gaf okkur friðhelgi sem þýðir að Guð, hann ryðst ekki inn á neitt. Hann ryðst ekki inn á líf okkar og byrjar að skipta sér af eða gera eitthvað hluti í okkar lífi. Hann virðir okkar friðhelgi og okkar frjálsa vilja. Við þurfum að bjóða honum inn í líf okkar. Og það gerum við með bæn, meðal annars. Þannig að bæn samfélag og samtal okkar við Guð og það ekki formfast á neitt máta sem þýðir að við þurfum ekki að fara inn í einhverja kirkjubyggingu, við þurfum ekki endilega að fara inn á hnén, við þurfum ekki að segja eitthvað ákveðið, eitthvað tiltekið, við þurfum ekki að framkvæma einhverja athöfn í efnisheiminum til þess að geta beðið. Bæn einfaldlega samtal og samfélag okkar við Guð og þegar við erum í bæn þá opnum við leið fyrir yfirnáttúrulegan, guðlegan kraft Guðs til að starfa og vinna í lífi okkar og annara. Þegar við erum að biðja fyrir öðrum, þá opnum við fyrir þennan kraft í lífi annara og þess vegna skiptir bænin öllu máli. Og hér nokkrar spurningar sem ég ætla að varpa fram sem við ætlum að ræða í lesturinn í kvöld. Í fyrsta lagi erum við að biðja. Hvernig og hvað erum við að biðja í andanum eða erum við að biðja í holdinu? Erum við að biðja í trú eða vantrú og erum við með rangt eða rétt hjarta eða ásetning til bænarinnar. Og síðan í lokin þá ætlum við að vera með leidda hugleiðslubæn þar sem við ætlum svolítið að fara yfir þessi skref sem að Biblían kennir okkur hvernig við biðjum áhrifaríkrar bænar og hvernig við fáum bænasvar og framkvæma það inn í sjálfri hugleiðslubæninni. Og fyrsta spurningin ertu að biðja yfir höfuð og þarna vísa ég í hið almenna bréf Péturs 4. kafla 2. vers þar sem að segir þér eigið ekki af því að þér biðjið ekki. Og ég var að ræða við mann daginn sem ég þekki ágætlega sem búin að vera að ganga í gegnum miklar þrengingar og áföll og erfiðleika í lífi sínu. Og ég var að segja við hann, þú er að tala við Guð, þú er að biðja til Guðs, þú er að biðja Guð að hjálpa þér og stíga inn í þessa erfiðleika afhenda til hans. Og hann sagði, já, hann hefur nú aldrei hjálpað mér neitt og hann hefur nú ekki gert mikið fyrir mig. Og ég sagði, og þá svaraði, ertu að biðja hann hjálp? Hefurðu beðið hann að hjálpa þér? Nei, reyndar ekki. Þannig að, við, eins og ég sagði Guð virðir okkar friðhelgi, hann ryðst ekki inn á okkur, hann getur ekki unni okkar lífi ef við erum ekki að bjóða honum inn. Þannig að bænin ofboðslega mikilvæg. Og bænin snýst ekki að hún sé að hún sé fullkomin, að við séum að segja það sem rétt, snýst ekki staðsetningu, tímalengd, þú verður að biðja í 20 mínútur og svo framvegis, heldur snýst hún fyrst og fremst það, hvar hjarta mitt og hvað í hjartanu mínu þegar ég að biðja.
Það það sem Guð horfir á hjarta okkar. Og í Jóhannes 16, 23-24 segir sannlega, sannlega segi yður, hvað sem þér biðjið föðurinn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni, biðjið og þér munuð öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þetta Jesús að tala. Hvað sem þið biðjið föðurinn í mínu nafni, hann mun veita ykkur það. Svona að segja hingað til, þá hafið ekki beðið neins í mínu nafni. Og hann að segja biðjið og þér munuð öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Og í Jóhannes 14, 13-14 versi segir Jesús, og hvers sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að Faðirinn vegsamist í syninum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera. Þetta lofar Guðs til okkar, ef við biðjum í hans nafni til föðurins, þá mun hann veita okkur það. Hann mun bænheyra okkur. Og þetta svo ofboðslega mikilvægt að við trúum þessu. Þannig að við þurfum að biðja í trú en ekki í vantrú. Og í Markus 11:24 þar segir, fyrir því segi ykkur ef þið biðjið Guð eitthvað og treysti því að þið öðlast það, þá mun hann veita ykkur það. Og þarna lykilorðið, þið treysti því að þið munuð öðlast það. Í annarri þýðingu segir, treysti því að þið hafið þegar öðlast það. Í ensku þýðingun þetta orðað svona, þetta King James, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Hann segir, trúðu því að þú fáir þetta, eða hafið þegar öðlast þetta og þá muntu fá þetta. Og þetta skiptir mjög miklu máli, því að ef við erum að biðja Guð lækningu, við erum að biðja Guð lausn, við erum að biðja Guð stöðuhækkun, við erum að biðja Guð fjárhagslega blessun. En síðan förum við og við erum að efast í hjartan og segja, ég alltaf svo veikur, Guð heyrir ekki í mér, Guð, hann gerir ekkert fyrir mig. Þá erum við ekki að biðja í trú. Sama á við ef við erum til dæmis að biðja Guð lækningu, en síðan erum við að tala við vin okkar endalaust það hversu veik við erum, eða hversu illa okkur líður, þá erum við að vinna gegn blessun Guðsinn í líf okkar og þá erum við ekki að biðja í trú. Og síðan mjög mikilvægt að við höfum það í huga að það hægt að biðja annars vegar í andanum, það sem Biblían kennir okkur að biðja í anda, en það líka hægt að biðja í holdinu. Og við höfum fjallað svolítið það hérna, holdi versus andin og hvernig holdi stríði gegn andanum og hvernig við eigum að lifa í andanum en ekki í holdinu. Og í 7. kafla Efesusbréfsins segir, biðjið á hverri tíð í anda. Og þarna verið að vísa til þess að við sem að biðja bænir, það sem að við erum að biðja Guð eitthvað sem að þjónar andanum okkar en ekki holdinu eða sjálfshyggjunni. Og hérna langar maður að vísa í almenna bréf Péturs, 4. kafla, og við ætlum að greina svolítið þennan kafla og þar segir, af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum yðar sem heyja stríð í limum yðar? Þér girnist og fáið ekki, þér drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þér berjist og stríðið, þér eigið ekki af því að þér biðjið ekki. Svo segir hérna í 3. versi, þér biðjið og öðlist ekki af því að þér biðjið illa, þér viljið sóa því í munaði. Og þegar ég fór að skoða ensku þýðinguna á þessu 3. versi, þar sem verður að útskýra af hverju við biðjum en öðlumst ekki, eða erum ekki bænheyrð, og í ensku þýðingunni í King James stendur, ye ask and receive not, because ye, þetta hérna ye sem þú, ye ask amiss that ye may consume it upon your lusts. Og þarna verður að segja, þið biðjið og fáið ekki, því að þið að biðja eitthvað sem að svalar girndum og fýsnum holdsins. Og Guð getur ekki bænheyrt okkur þegar við erum með slíka bæn. Og ég ætla að útskýra það nákvæmlega á eftir af hverju.
svo segir hérna, og hérna smá útskýring á því, þér ótrúu, vitið þér ekki að vináttan við heiminn fjandskapur gegn Guði. Því hver sem vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvinu Guðs. Og í ensku þýðingunni þetta orðað svona, you adulterers and adulteresses, how know ye not that the friendship of the world is enmity. Enmity þýðir hostile, svona mjög neikvæður óvinur. Host is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is enemy of God. Og þarna verið að tala adulterers and adulteresses og þarna verið að vísa í orðið að vera framhjáhaldari eða halda framhjá. Og þarna ekki verið að vísa í þá sem alltaf að halda framhjá maka sínum, heldur verið að vísa í okkur eða mennina sem að halda framhjá Guði. Og það með öðrum orðum líka kalla skurðgoðadýrkun eða hjáguðadýrkun í Biblíunni þegar við erum að halda fram hjá Guði og reyna að fá frá skurðgoðunum okkar það sem að Guð einn á að gefa okkur. Og síðan segir hérna í næsta versi að tala að Guð sé afbrýðisami Guð og það þetta sem átt við með því. Þetta ekki mannleg afbrýðisemi sem byggir á óöryggi, heldur guðleg afbrýðisemi sem byggir á ást Guðs og verndarhvöt hans til okkar sem erum dætur hans og synir. Af því hann veit að þegar að hjart okkar er tvílynt og við erum að halda til beggja hliða og hjart okkar snýr ekki að öllu leyti til hans og við erum að fara fram hjá honum og erum með skurgu og hjákviði, að þá hleypir það myrkrinu inn í okkar líf og það skaðar okkur. Og þess vegna hann afbrýðisamur, af því að hann vill að við sem erum sköpuð af honum til þess að eiga þetta nána, heilbrigða samfélag við hann, að við fáum að upplifa allt það sem að Faðirinn vill gefa okkur. Og við ætlum að taka hérna dæmi. Ímyndaðu að þú eigir dóttur, úlingsstúlku, 18 ára dóttur, lagalega fullorðin en ennþá bara í rauninni barn eða úlingur. Og hún ennþá óhörni, frekar ung og óreind og viskan kannski samræmi við það. En hún mjög sjálfstæð og hún ætlar að fara út í heiminn, standa á einn fótum og ekki láta foreldra sína stjórna sér eða segja henni hvað hún að gera eða hvernig hún að lifa. Hún ætlar að fara út í heiminn og meika það og hún reynir að, þú sem foreldri, reynir að ráðleggja, hafa áhrif, koma með visku þína, tala til hennar en hún neitar að hlusta. Og hennar afstæða svolítið bara hvað veist þú sem að hún veit ekki. Og þú sem foreldri, vitandi það í hjarta þínu, að þú getur veitt dóttur þinni allt sem hún þarfnast, öruggt heimili, skjól, fjármagn, mat, leiðsögn, visku, aðstoð, ást og kærleika, en hún hafnar því og ætlar að redda sig sjálf. En þetta harður og myrkur heimur og fljótt áttar stúlka sig á því að þetta ekki eins auðvelt og hún hélt. Þarfir hennar eru óuppfylltar, hana vantar pening, húsnæði, ást, mat, öryggi, frið, aðstoð og hjálp. Og í staðins að auðmýkja sig og koma aftur til þín, foreldrisins, þá fyrir hún að leita að öllu þessu í heiminum. Hún fyrir að leita eftir því að fá þessar þarfir sínar uppfylltar í heiminum, í kallmönnum, jafnvel þeim sem hafa engan áhuga á velferðanar, heldur stjórnast að losta og þar kemur sársauki vonbrigði sem fara að myndast í hjartanar og hún fyrir svo að deyfa það með áfengi og í staðins að leita til þín, foreldrisins, til að fá huggun og hjálp, þá verður stúlkan fíkin í heiminn. Og þá fyrir hún að gera örvæntingarfulla hluti til þess að fóðra fíknina. Áfengi verður huggun og veljan, kallmenn veita öryggi, skjól og pening, annað fólk á að veita henni viðurkenninguna og samþykkið, virði þá að koma frá samfélagsmiðlum og eða vinnun hennar. Og svo loksins þegar hún leita til þín, eftir langan tíma, þá það til þess að fá pening fyrir næsta skammti, eða pening fyrir fari í næsta tripp, eða pening til þess að eyða í eitthvað af þessum hlutum sem að hún að reyna að fá þörfum sínum uppfyllt hjá. Og þegar þú segir nei,
af því að þú vilt ekki veita dóttirinni eitthvað sem að fóðra það sem að skadar hana, þá mætir þér jafnvel vanþakklæti, hroki eða reiði. Og þegar Biblían er að tala um saurlifnað eða framhjáhald, þá er ekki bara verið að vísa í eitthvað kynferðislegt, heldur raunverulegt framhjáhald barna Guðs frá honum og þann mikla skaða sem að það veldur okkur. Og það særir Guð að sjá okkur í myrkri og að vera týnd út í myrkrinu og vera að leita að honum í heiminum sem að gefur ekkert nema myrkur. Og hvað eru margir, hvað ætla séu margir sem eiga þannig samfélag við Guð að leita til hans bara þegar þeim vantar eitthvað. Og þá mögulega að leita til hans og biðja eitthvað sem fóðrar holdið en ekki andan. Guð gefur og hann sér fyrir öllum okkar þörfum, hann er ekki opinn hraðbanki, þar sem við getum komið til og tekið út þegar okkur hentar. Hann er foreldri, hann er elskandi faðir þinn og hann þráir að eiga náið, elskandi samfélag og samband við þig daglega í öllu þínu lífi, í öllu því sem þú ert að gera. Og nú tala ég til þeirra sem að eiga börn, sem er að hlusta, hvernig myndi þér líði í hjartanu ef að börnin þín hunsuðu þig algjörlega, hefðu engan áhuga að eiga við nokkuð samband eða samfélag, hlustuðu ekki á þig þegar þú verður að reyna að ráðleggja og myndu bara hringja þig þegar þið vantaði eitthvað, vantaði pening. Eða þegar allt í lífi barnsins er komið í skrúuna að því að barnið vildi ekki hlusta á þig að fara eftir þínum ráðleggingum og þá er hringt, heyrðu, geturðu bjargað mér? Það er særandi, það væri særandi, ekki satt. Og svo er ein spurning sem ég langar til að varpa fram. Hvað er langt síðan að þú áttir innlagt samtal við Guð þar sem þú spurðir hann, Guð, hvað get ég gert fyrir þig? Er eitthvað sem ég get gert fyrir þig? Og ég man eftir, þegar ég heyrði Josie Meyer koma með þessa spurningu og ég var að hlusta einhvern veginn á predikun hjá henni, ég bara, vá, ég man ekki eftir því að hafa spurt Guð þessara spurninga. Og það rann svolítið upp fyrir mér að allt mitt bænalíf og mitt samtal við Guð snerist mig og mína þarfir og það sem ég vildi fá frá Guð og það sem ég vildi að Guð gerði fyrir mig. Og þessi predikin breytti einhverju í hjarta mínu og breytti einhverju í mínu samfélagi við Guð. Og það er það sem mér langar svo að gerist í hjörtum þeirra sem er að hlusta. Og síðan er annað varðandi bænina, stundum erum við bara hreinlega að biðja ranga hluti eða hluti sem eru að skaða okkur. Og það getur verið ástæða fyrir að við erum ekki bænherð. Og ég man eftir einu sinni þegar eldri drengurinn minn sem í dag er 9 ára gamall, þegar hann var 2 ára, þá bað hann mig alltaf ís þegar ég spurði hvað hann vildi fá í morgumat. Og hann var bara mjög einlægur í þessari bæn, þú veist, hann bara vildi raunverulega fá ís í morgumat. Já. Og átti ég að segja já við því og gefa barninu mínu ís í morgumat alla daga. Og hvað er margir inni sem að hafa mögulega verið að biðja Guð ís í morgumat í sínum bænum? Eða viti hvað ég á við, eða skilji hvað ég er að meina. Og af hverju ætti elskandi faðir okkar á himnum sem veit allt, þekkir okkur og okkar þarfir betur heldur en við sjálf, að gefa okkur eitthvað sem skaðar okkur eða eitthvað sem er kannski að síðasta sem við þurfum á að halda, bara af því að við biðjum það. Og yfirleitt gerir hann það ekki en stundum gerir hann það, bara svo við fáum að finna það á eigin skinni að það var ekki gott fyrir okkur. Hann gefur okkur ís í morgumat og eftir 2 vikur af ís í morgumat erum við búin að þyngjast 4 eða 5 kíló og komum með útþanin á merkjan maga. Og ég geta stundum við Einar, þá bið ég hann að fara út og kaupa fullt af nammi og hann fer út og kaupa fullt af nammi og svo borða ég allt nammið og svo sé ég eftir á og síðan skamma ég Einar fyrir að hafa farið út í búð og keypt allt þetta nammi að því að ég borðaði allt. Það er 2 sögur. Það er að sitt hvora skoðina, önnur biður mig þetta og einn skammaði mig fyrir það. Já, og svo stundu núna þegar ég biður hann að fara út í búð, þá spyr hann mig alveg, hver er að spyrja, er það Saran eða Satan?
Og þannig að stundum þurfum við bara að læra hlutina the hard way, þú veist, og það er allt í lagi. Guð leyfir okkur alveg að fara í gegnum þá leksíu. En það er svolítið mikið það í heiminum í dag, að við séum að læra the hard way. Og að við séum ekki að hlusta, að við séum að elta skurðgoðin okkar, við erum að biðja ranga hluti eða við erum ekki að setja Guð í fyrsta sæti. Guð segir, ef við höldum okkur nærri honum, við hlustum á hann, ef við höfum Jesú Krist efst í hjarta okkar og fylgjum boðunum hans, þá mun okkur vegna vel og við munum lifa löngu og langa lífdaga, eins og orðað í Biblíunni. Við veit að það hleypir hinu illa að í líf okkar þegar við erum hálfvolg, höldum til beggja hliða, hálf í heiminum, hálf í honum, þegar við erum að tilbiðja hluti sem eru frá heiminum og svala gindum okkar fýsnum og losta í heiminum í stað þess að koma til Guðs með allar okkar þarfir og fóðra þannig andan. Og eins og við ræddum þegar við vorum með lesturum fyrir 2 vikum skurðgoð og skurðgoðdýrkun, þegar við höfum gert eitthvað skurðgoð í líf okkar, til dæmis mat eða frelsi eða peninga eða annað fólk, að þá höfum við á því sviði hafnað Guði í hjart okkar. Og svo þegar við erum að biðja Guð hjálp á þessu tiltekna sviði, segjum sem svo að einhver sé að biðja Guð hjálp bara við að öðlast heilbrigt sambandi mat, við að grennast eða léttast, fullkomlega eðlileg bæn sem að Guð vill sannarlega hjálpa þeim með og blessa þeim með. En að því að við erum með þetta skurðgoð í hjart okkar, þá kemst ekki Guð að til þess að bænheyra okkur. Þannig höfum við lokað fyrir kraft Guðs inn í þetta tiltekna svið, inn í líf okkar, út af þessu skurðgoði sem við trúum á í hjart okkar. Og hérna er dæmi, ef til dæmis peningur eða matur eða makinn okkar á að vera öryggi okkar og gefa okkur öryggi, þá lokum við fyrir kraft Guðs þess að starfa og verka í líf okkar sem okkar öryggi, og Guð er öryggi. Guð gefur okkur vissulega öryggi í gegnum peninga, í gegnum makan okkar, en Guð er uppsprettan. Sama á við frið, kærleika, heilbrigði, von, trú, ást, fjölskyldu, velmegun, peninga, heilsu. Guð er allt þetta og það er langbest og fastsalast fyrir okkur að fá þetta beint frá honum. Og við þurfum að spyrja okkur þessar spurninga þegar við erum að biðja. Er ég að biðja til þess að fóðra andan eða er ég að biðja eitthvað sem fóðrar holdið? Bæn er heilög og heilagt samfélag okkar við Guð sem okkar tilvist byggir á, ekki tæki fyrir holdið til að svala sínum fýsnum. Þannig að við erum að biðja í andan, ekki holdi, og hvað eigum við að biðja, og það kemur mjög skýr leiðsögn í Biblíunum þetta, þá erum við að biðja meira af Guði. Og í Lúkas 12, þar er mjög öflugur kafli í 22. versi og áfram þar sem Jesús er að tala við lærisveina sína og segja ekki vera áhyggjufullir. Þannig að segja við lærisveina ekki vera áhyggjufullir líf ykkar, ekki vera áhyggjufullir lífið þitt. Ekki vera áhyggjufullir hvað þið eigið að borða eða líkama ykkar, hverju eigið að klæðast. Og svo er hann að segja, hyggja að hröfnunum, þeir sá hvorkinu uppskera, þeir eru ekki með forðabúr, eru að hlöðu, en Guð fæðir þá. Svo segir hann hérna í 25. versi, hver yðar getur með áhyggjum auki spönn við aldursins. Svo segir hann að ef að Guð, hann sér náttúruna og hann sér grasið og trén og hann sér fuglana og sér til þess að það hafi nóg, hversu miklu meira mun hann þá sjá okkur og klæða okkur og sjá okkur fyrir okkar þörfum. Og í 29. versi segir Jesús, hafi ekki hugan við það sem þið eigið að éta og hvað þið eigið að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins, en faðir yðar veit að þið þarfnist þessa. Hann veit hverjar okkar þarfir eru. Hann veit að við þörfnumst matar, húsaskjóls, peninga, við þörfnumst samfélags við annað fólk. Og þegar við leitum til hans með allar þessar þarfir, þá sér hann að uppfylla þessar þarfir í gegnum alla þessa hluti, mat, heimili, annað fólk og svo framvegis. Og svo segir hérna lykilvers þegar kemur að bæn, það er 31. versið í Lúkas 12, leitið
heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Og þannig að þegar við erum í bæn, þá leitum við og byggjum fyrst til hans það sem hann og við beinum öllu hjartan okkar til hans. Þannig að við erum ekki að biðja mat eða klæði eða peninga og fókusa á það, heldur erum við að biðja meira af honum og hann sér að uppfylla þessar þarfir. Og síðan segir í Mattheus 7. kafla, 7. vers og áfram, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, kníið á og fyrir yður mun lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og sá sem áknýr mun lokið verða. Og svo segir hérna hversu mikið Faðir okkar á himnum gefur okkur góðar gjafir okkur sem biðjum hann. Þarna í 11. versinu. Og í 12. versi segir allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skuli þér og þeim gera. Og þarna er verið að vísa í þennan lífsstíl sem að við sem kristnir einstaklingar lifum, sem að tengist líka okkar bænalífi og hvernig við göngum með Guði. Og þarna er verið að vísa í það að í því felst að ef við erum að biðja Guð aðrir séu örlátir við okkur og við viljum að aðrir séu örlátir við okkur, þá erum við örlát við aðra. Og ef við viljum að annað fólk komi vel fram við okkur og sýna okkur virðingu, þá komum við vel fram við aðra og sýnum þeim virðingu. Og ef við viljum fá ást og kærleika og góðmennsku, þá eigum við að gefa ást, kærleika og góðmennsku. Og þetta hefur mikil áhrif á okkar bænalíf. Amen. Amen. Og nú langar mig til þess að biðja þá sem eru með biblíuna að fletta upp á fyrir konungabók í 3. kafla og 5. versi og áfram. Og það er bara tilviljun, innan gæðsalappa, að ég var nýbúin að vera að lesa þetta í konungabókinni, bara í minnum almenna biblíulestri þegar Guð er að biðja mig að predika bænina. Og þarna er bara, færir Guð okkur á silfurfati kennsluna sína það hvernig bæn er árangursrík, þar sem við öðlumst ekki bara það sem við biðjum heldur líka allt annað sem við þörfnumst að auki. Þannig er Guð að kenna okkur það. Ég ætla að lesa hérna draumur Salómons, þetta er 5. vers í 3. kafla, fyrir konungabók. Nótt eina í Gíbeon birtist drottinn Salómon í draumi. Guð sagði, segðu hvað þú vilt að ég gefi þér. Í ensku þýðingunni segir ask. What shall I give you? Salómon svaraði, þú hefur sýnt þjóni þínum Davíð föður mínum mikla góðvild, enda lifði hann fyrir augliti þín í trúmennsku, réttlæti og hjartans einlægni við þig. Þú hefur ekki látið af þessari miklu góðvild við hann, heldur hefur gefið honum son sem nú situr í hásæti hans. Og hérna ætlum við að staldra við. Þarna er Guð að segja við hann, segðu hvað þú vilt að ég gefi þér. Og Guð er ekki bara að segja þetta við Salómon, hann er að segja þetta við okkur öll. Hann segir þetta við okkur öll börninans. Þannig við þurfum að segja hvað við viljum. Og Salómon, hann segir, hann byrjar á að þakka Guði og lofa hann fyrir allt það sem að Guð hefur gert fyrir hann og föður hans og fyrir allt sem að Guð hefur þegar gefið honum og föður hans. Þannig að það er fyrsta skrefið. Þakkir og lof. Svo segir hérna, drottinn minn og Guð, þú hefur gert þjón þinn að konung í stað Davíðs föður míns, en ég er enn ungur og óreyndur. Og þarna kemur annars skref, og í ensku þýðingunni segir Salómon, I am but a little child, I know not how to go out or come in. Þarna er Salómon gagnvart Guði að sýna auðmýkt, og það segir í Biblíunni sá sem auðmýkir sjálfa sem mun upphafinn verða. Og þarna er Salómon, hann er konungur yfir allri Ísrael og þarna var Ísrael bara stærra en að hafði nokkuð tíma verið áður, en viðurkennir fúslega fyrir Guði. Ég er ungur og óreyndur, ég er bara eins og lítið barn, ég veit ekki hvernig ég á að fara eða koma, ég veit ekki neitt. Hann er bara viðurkennir þetta, hann kemur bara til Guðs í auðmýkt eins og hann er klæddur. Hann er ekki að þykjast eða reyna að vera eitthvað meira annað en hann er. Og þannig vill Guð að við komum til hans, bara í auðmýkt.
Og það segir líka hérna í Filippibréfinu 4:6 verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið öllum hlutum óskir yðar, kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkagjörð. Og þarna er líka þetta rímar við þessa kennslu Guðs þarna í Salómon. Svo segir Salómon, henni 8. versi, ég þjónn þinn er á meðal þinnar útvöldu þjóðar, mikilla þjóðar sem hvorki verið talin í töl á komið. Svo kemur bænin hérna í 9. versi, gefðu því þjóni þínum vilja til að hlýða þér, svo ég geti stjórna þjóð þinni og greint gott frá illu. Og þarna er það sem Salómon biður hann biður vilja til að hlýða Guði, svo hann geti þjónað Guði og uppfyllt köllun Guðs yfir lífi sínu sem að vera konungur yfir Ísrael. Og í rauninni er Salómon að biðja meira af Guði, visku Guðs til þess að hann geti uppfyllt vilja Guðs og köllun Guðs fyrir hans líf. Svo segir í 10. versi, drottni féll vel að Salómon bað þessarar bónar. Þá sagði Guð við hann, að því að þú baðst þetta, en baðst ekki langlífi þér til handa eða auðlegð eða líf óvina þinna, heldur baðst vitsmuni til að skynja hvað er rétt í málu manna, hann átti að vera dómari yfir þjóðinni og dæma í málu manna, þá vil ég veita þér bæn þína. Hann ætlar að veita honum bænina. Svo segir hérna, ég gef þér hyggið og skynugt hjarta svo að þinn líki hefur ekki verið á undan þér og mun ekki koma eftir þig. Og ég gef þér líka gef ég þér það sem þú baðst ekki bæði auðlegð sem að þýðir bara ríkidæmi að peningar eða allsnættir, fjárhagslegar allsnættir og heiður svo að þinn líki skal eigi verða meðal konungana alla þína daga. Amen. Þannig að hann að því að Salómon var að biðja Guð meira af Guði, visku Guðs, í þeim tilgangi að hann gæti uppfyllt köllunina eða vilja Guðs fyrir sitt líf, þá var hann bænheyrður og ekki bara það, heldur gaf Guðunum líka allt það sem hann bað ekki en vissi að hann þráði eða þarfnaðist eða fylgja mér. Og þetta rímar við versi sem segir, leiti fyrst hans ríkis og þá mun ykkur veitast allt hitta auki. Guð veit hverjar þarfir okkar eru. Hann veit hvers við þörfnumst. Ef við komum til hans með þakkir og með auðmýkt í hjartanu og byggjum meira af Guði til þess að við getum orðið það sem að hann vill að við verðum og gert það sem að er hans vilji, þá mun hann bænherra okkur og gefa okkur allt hitt að auki. Og þannig að hvernig eða hvað þú segir er ekki það sem skiptir máli í bæninni, heldur hjarta þitt. Af hverju ertu að biðja þetta? Hvað ertu raunverulega að biðja Þannig að ásetningurinn í bæninni skiptir öllu máli. Svo segir hérna 14. vers sem er svona lykill að því að lifa langa lífdaga, ef þú gengur á mínum vegum og varðveitir boðorð mín og skipanir eins og Davíð faðir þinn gerði, þá mun ég gefa þér langa lífdaga. Þannig að ef við segjum til dæmis að einhver sé að biðja Guð peninga, sem er bara í fína lagi og það má biðja Guð peninga, trúðu mér, Guð vill ekki að við lifum í skorti eða fátækt, þá þurfum við að spyrja okkur, af hverju er ég að biðja peninga? Er það að því að ég er búin að gera peninga að skurðgoði í mínu lífi og ég þarf að fóðra það skurðgoð, dæmi. Ég var með skurðgoði í mínu hjarta sem voru peningar og jafnvel hjá Guð, að því að peningar átt að gefa mér öryggi og frelsi. Og þau áhrif sem þetta hafði á mitt líf var að ég lagði mjög mikla áherslu á að safna pening til þess að ég geti verið örugg og til þess að ég gæti orðið frjáls, eða fylgja mér. Þetta er bara svona mjög klassískt algengt skurðgoð. Og þegar við erum að biðja peninga í þessu með svona hjarta, þá er Guð ekki að fara að bænherra okkur. Af því að þetta fóðrar holdið, en þetta fóðrar ekki andan. En ef
þú ert að biðja til Guðs að hann sé að sjá fyrir fjárhagslegum þörfum þínum og barna þinna, barnabarna, biðja fjárhagslega blessun svo þú getur farið með fjölskylduna þína í frí, átt gæðastundir með þína nánustu, ef þú ert að biðja Guð yfirflæðandi allsnætti svo þú getur hjálpa öðrum sem eru bástaddir eða byggt upp kristilegt starf sem Guð hefur kallaði til. Allt þetta gott og blessað í augum Guðs og bæn sem að Guð bænheyrir leið og gefur okkur það sem við þörfnumst og meira til. Þannig að það mjög mikilvægt að við skoðum hvar hjarta okkar. Af hverju erum við að biðja fyrir því að makinn okkar læknist, hætt að drekka eða verið heilbrigður? Er það svo að hann geti verið skurgoðið, öryggið, friðurinn í lífinu þínu og gefið þér það? Eða er það til þess að hann geti risið upp í Guðsríkinu orðið þar sem að Guð ætlar hann að vera? Heilbrigður faðir, heilbrigður maki og svo framvegis. Þannig að bara hvar hjartað í bæninni? Skoðaðu það áður nú ferð til Guðs og biðið til hans. Og svo annar vinkill, getur verið að Guð sé búinn að bænheyra þig en bara ekki á nákvæmlega þann hátt sem þú vildir eða varst búin að ímynda þér. Og ég heyrði einu svona þessa líkingu mannesku sem að biður Guð köku. Og Guð gefur henni eldhús, Guð gefur henni uppskrift af kökunni og öll innihaldsefnin sem að manneskjan þarf í kökuna. Og manneskjan lappar inn í eldhúsið, sér enga köku, rýkur út í fússi og ásakar Guð að hafa ekki bænheyrt sig. Að fylgja mér. Og við þurfum að hafa opið hjarta gagnvart því. Guð búinn að bænheyra þig en þú bara hefur hreinlega ekki tekið eftir því af því að þú ert með einhverja fyrirfram mótaðar hugmyndir hvernig það var og Guð bænheyrði þig með öðrum hætti. Guð hefur gefið okkur orðið sitt. Erum við að lesa í orðinu? Erum við í trú að Guð bænheyri okkur og erum við með þetta hlustandi hjarta gagnvart Guð? Guð talar mjög mikið til okkar og við þurfum að hafa hlustandi hjarta og vera tilbúin að setjast niður með Guð og hlusta á hvað ertu að segja mér. Og svo þessi spurning líka, það alltaf okkur fyrir bestu að Guð afhenda okkur allar okkar þrár á silfurfatri eða stundum betra fyrir okkur sjálf að leita, knýja á, vinna fyrir hlutunum, gangi gegnum þrengingar og læra eitthvað í leiðinni. Að fylgja mér. Og þarna erum við aftur að gera þessa líkingu foreldri sem á barn. Þú veist, þegar við erum að ala upp barn, þú veist, hvað gerist fyrir barn sem að fær bara alltaf allt upp í hendurnar. Það aldrei að hafa fyrir neinu. Bara fær allt sem það biður strax, alveg leið. Þú veist, það er ekki gott uppeldi. Eða manneska sem gengur í gegnum lífið og það bara stórkostleg velgengni alltaf, fær allt upp í hendurnar, lendir aldrei í þrengingum og erfiðleikum, þú veist, og allt frábært og gaman og æðislegt alltaf. Svona einstaklingur ekki að fá tækifæri til þess að þroskast og læra og umbreytast í Guðsríkinu. Þannig að við þurfum líka stundum að sjá hlutina þannig getur verið að Guð sé að vinna í hjartan okkar, í okkar trú og trúfesti með því að halda aftur bænasværi sínu. Og við skulum hafa það í huga þegar að Jesús bað fyrir lærisveinum sínum, þá bað hann ekki föðurinn að taka frá þeim alla erfiðleikana og þrengingarnar. Ég meina Páll, postuli, hann ég veit ekki hverju hann lenti ekki í, Þetta bara efni í bíómynd, þú veist, hann lenti í endalausum raunum og þrengingum og erfiðleikum. Og þegar Jesús bað fyrir postulum, þá bað hann fyrir trú þeirra. Að trú þeirra myndi ekki bregðast þeim. Og þegar Páll gekk í gegnum erfiðleika, þá bað hann ekki Guð endilega að fjarlæga þá, heldur að gefa honum það sem hann þurfti til þess að gangi gegnum þá í trú og í von. Og það kemur þarna fram í bréfi Páls til Kórintumanna hvernig Páll bað Guð 3 að fjarlæga flein í holdans á þess að væri nánar skýrt í hverju þessi flein fólst, en þetta var einhver líkamleg veiki eða eitthvað sem tengdist líkamanns og það kemur skýrt fram að Guð hafi svarað í 3 að náð hans nægðunum. Og síðan segir á öðrum stað í Biblíunni hvernig þá Páll að lýsa því hvernig þessi fleinn í holdinu hans varð til þess að hann fór að predika
fagnaðarerindi fyrir Galatamönnum. Og þetta kemur fram í Galatabréfinu 4:13. Og bæði það og svo líka hafi það þjónað því hlutverki að koma í veg fyrir að hann hafi ofmetnast og hrokast upp. Af því að hann var með rosalegar gjafir og lækningagáfur og gerði mikill kraftaverk með anda Guðs. Þannig að flignin í holdinu þjónaði tilgangi, ríkum tilgangi og þess vegna var hann ekki bænheyrður þegar hann bað Guð að taka þetta frá sér. En hann skildi það og hann sá það og hann var sáttur við það. Og eitt af því sem apostolar Krist glímdu við, mjög mikið við, var að fólk var að tilbiðja þá eins og þeir væru Guð, af því að þeir voru að framkvæma svo stórkostleg kraftaverk. Og þeir lögðu mikið á sig að hjálpa fólki að ekki tilbiðja mig því að tilbiðja Krist einan. Þannig að það getur líka verið sterk ástæða þarna. Og svo má líka benda á það að í frumkristinni þá urðu ofsóknir, mjög harkalegar ofsóknir gegn kristnum, urðu til þess að kristnir flúðu allan hinn þekkta heim og olli því að kristnin breiddist út. Þannig að það sem að við horfum stundum á og segja þetta áföll og þrengingar og erfiðleikar og okkar hræðilegt, Guð ekki endilega að sjá það þannig. Og Guð tekur þetta, þrengingarnar og erfiðleikana og hann umbreytir þeim í blessun og eitthvað gott þegar við leitum til hans með þrengingarnar og erfiðleikana okkar. Þannig að þegar við erum að biðja, ef við erum að glíma við erfiðleika eða veikindi eða þrengingar áður en við biðjum til Guðs, viltu taka þetta frá mér, losaðu mig við þetta, þá skulum við kannski setjast bara aðeins niður með Guði og bara ræða við hann og hlusta, af hverju þetta vandamál í lífi mínu, af hverju ég að glíma við þetta núna, hvað ertu að segja mér, gefðu mér eyru sem að heyra og gefðu mér trú til að komast í gegnum þetta, ef það þinn vilji, að ég fari í gegnum þetta núna og hjálpaði mér að taka downloada gjöfunum og blessuninni sem að þú vilt gefa mér í gegnum þetta sem ég í gangi gegnum núna. Og bregðast við með því að gleðjast og fagna eins og Páll gerði að því að þá þegar hann lenti í þrengingum þá vissi hann að Guð var agan, reynan, styrkja trúans og mótan svo hann yrði líkari Kristi. Og þannig að Guð að kenna okkur ákveðið viðhorf bæði þegar við förum inn í bænina, hvernig við biðjum og hvað og hvar hjart okkar þarf að vera og líka ákveðið viðhorf gagnvart því sem að við köllum áföll, þrengingar og erfiðleikar sem að Guð horfir ekki á með sama hætti og heimurinn horfir á. Guð vill að við höfum hugan ekki á jarðneskum munum og bæn okkar ekki á jarðneskum munum heldur hafa hugan við himinin og himneska hluti, hafa hugan og bæn okkar við Guð. Ég vil meira þér Guð. Guð friður, Guð allsnægtir, Guð kærleikur, Guð á allan auð í öllum heiminum. Guð heilbrigði og lækning, Guð viska, Guð frelsi, Guð lífið, Guð fjölskyldan okkar. Guðin okkar nánasti vinur og traustasti aðstandandi og Guð björgunin okkar. Það enginn að koma að bjarga nema Jesús Kristur. Hann svo eini. Amen. Og hvað það sem ég raunverulega þarfnast? Af hverju ég að biðja þetta? Og þegar við spáum í því, það sem við raunverulega þörfnumst, alltaf, hvernig sem litið á hlutina í reynd bara meira af Guði. Og þannig að leitum fyrst til hans, biðjum meira af honum, færum okkur nær honum og hann færi sig nær okkur. Amen. Og nú langar mér til þess að fara inn í leita huglauslu bæn, þar sem að við ætlum að fara í gegnum þessi skref sem að Biblían kennir okkur, sem að hann fyrir konungabók var að kenna okkur. Það að segja fyrst ætlum við að koma fram fyrir Guð í þakklæti og þakkagjörð. Við ætlum bara að þakka Guði fyrir allt sem við gert, gefa okkur og þakka, það ástæða fyrir þessu. Það ekki að því að Guð vill að við segjum að þakka honum svo mikið fyrir. Það að því að þakklæti orka, kraftur sem að starfar þannig í hinum ósýnilega heimi að þegar við erum í þessum krafti þá opnar það fyrir að við öðlumst og við fáum. Því þakklátari sem við erum,
því meira fá að því sem við erum þakklátt fyrir, eða fylgja mér. Það er þess vegna sem við komum fram í bæn í þakkagjörð. Byrjum á að þakka, síðan ætlum við að bara mæta Guði í auðmýkt. Við ætlum að vera með auðmjúkt hjarta þegar við komum fram fyrir hann og færa okkur algjörlega undir hans vald og hans vilja. Og síðan ætlum við að færa fram bænarefni okkar og við ætlum að vera með hjarta stillt þannig að við séum að biðja meira af honum. Hvort sem það er lækning, frelsi, allsnættir, peningar, lausn, velgengni, fjölskylda, tengist vinnunni, skemmtun eða frí eða hvíld. Það er ekki aðalatriði, heldur að hjarta sér stillt þannig að við séum að biðja meira af Guði svo við getum orðið það sem að Guð vill að við séum. Svo við getum fyllt hans vilja, svo við getum fyllt hans köllun fyrir líf okkar, hans áætlun fyrir okkar líf. Við biðjum í Jesú nafni, mjög mikilvægt, þetta er það sem að Jesús kenndi okkur, þannig að þegar við biðjum þá segjum við í Jesú nafni og síðan þegar við erum búin að fara í gegnum þessi skref og afhenda bæn okkar til Guðs, að þá ætlum við bara aðeins að eiga hljóðastund með Guði. Og í þessari hljóðustund getum við til dæmis hlustað á Guð. Við getum spurt Guð, er eitthvað sem að ég get gert fyrir þig, Guð? Er eitthvað sem að þú vilt segja mér og nú ætlum ég að hlusta? Eða bara setið í nærveru Guðs og sagt, Guð, ég ætla að taka þessa mínútu núna. Það sem er bara þú. Bara fókus og bara sita með þér. Bara sita hjá þér. Bara finna fyrir þér. Færa mig nær þér. Og þannig ætlum við að heiðra Drottinn með þessum tíma okkar hérna núna í kvöld. Amen. Amen. Ég ætla aðeins að minnka hérna ljósið í svona. Og hugleiðsla og bæn, og hugleiðsla er eitthvað sem ég farin að gera núna á hverjum degi. Það sem ég á svona hljóðastund með Guði og stundum er ég bara heilan klukkutíma. Það sem ég bara með Guði og í honum og hann í mér og hann er að sýna mér óbúslega sterkar sýnir, hann tala til mín, ég finn fyrir honum, ég er að gráta mikið, þú veist, þetta er stórkostlegustu stundirnar sem ég á í lífi mínu og því meiri tíma sem ég eyði með honum, því meiri tíma þrái ég með honum, af því ég finn að hann er bara, þú veist, hann er lífið mitt, þú veist, og ég get ekki verið mjög lengi hérna í heiminum á þess að fara aftur inn í þessa búblu mína með Guði, þannig að ég hvet ykkur til þess að gefa ykkur tíma, bara setjast og segja bara, ok, Guð, ég er hér, það snýst ekki það og setja að segja réttu hlutina, það snýst bara þetta einlega hjarta og segja bara, hei, ég er hér, mér langar að eiga tíma með þér, ég hef ekki mikið að færa, þú ert Guð, þú átt allt, þú veist, ég veit ekki hvað ég get gefið þér annað en bara tíma minn og að vilja eiga tíma með þér, þú veist, þú ert pabbi minn og svo framvegis og þá bara byrjar að byggjast upp nánara samband við föðurinn og þannig skapast meira og meira ljós og lækning inn í líf okkar því að Guð er ljósið. Amen. Amen. Ok, þá ætlum við að taka smá tíma í hugleiðslu bæn. Já, Drottinn, ég bara legg þessa hugleiðslu og bæn í þínar hendur. Ég legg alla þá sem eru hérna að hlusta eða horfa í þínar hendur og bara afhenda okkur öllin í þitt ljós, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að heilagur andi þú stýrir þessu, að þú stýrir þeim orðum sem ég mæli og verði þinn vilji fyrir okkur öll hér í kvöld í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þér núna bara koma þér þægilega fyrir, hvort sem hún situr eða liggur, bara bjóða þér að draga djúpt inn andann. Bara leyfa þér að loka augunum og blása frá. Bara leyfa þér að finna hvernig það kemur slökun og friður og afslöppun yfir þig. Síðan ætla ég að biðja að tengja við hjartað þitt og í Jesú nafni ætla ég að biðja að setja þann ásetningin í hjartað þitt að beina öllu hjartaniðinu til Guðs. Bara taka ákvörðun frá hjartanum að beina bara öllu hjartanu. Í Jesú nafni beini ég öllu mínu hjarta til þín, Drottinn. Hverjum krók og hverjum kima.
líka því sem kann að vera falið eða hulið í Jesú nafni, bið ég öllu mínu hjarta til þín. Og ég kem fram fyrir þig, Drottinn, með þakklæti í hjarta mínu. Í Jesú nafni þá þakka ég fyrir, Guð. Takk fyrir allt sem þú ert. Takk fyrir allt sem þú gert fyrir mig. Takk fyrir alla þá blessun sem þú hefur gefið mér. Takk fyrir að ég fæ að eiga enn nánara, enn ríkara samfélag og samband við þig. Og ég kem fram fyrir þig, Drottinn, með auðmýkt í hjartanu mínu. Og ég vel að gefa sjálfa mig algjörlega á þitt vald núna. Og ég tek alla mína parta og færi þá undir þitt vald og þinn vilja fyrir mitt líf. Í Jesú nafni. Og síðan ætlum við bara að hver og einn að bera fram bænarefni sitt til Guðs. Bara með auðmjúkt hjarta. Ég ætla að bjóða þér að koma fram með bænina til hans núna. Það getur bara verið einfalt, hvort sem það er, ef við tökum bara dæmi lækningu, bara ég biðji Drottinn að lækna mig eða gera mig heilbrigða eða heilbrigðan svo ég geti orðið sú manneskja sem að þú vilt að ég sé, svo ég geti þjónað í þínu ríki með þeim hætti sem þú vilt. Í Jesú nafni. Og mér langar til að núna biðja fyrir ykkur öllum og ykkar bænarefni. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú bara snertir við hjörtum þessara einstaklingar sem eru hér í kvöld og þeir sem að hlusta síðar líka og í Jesú nafni þakka þér fyrir að þú bænheyrir þau núna. Og það kemur yfirflæðandi blessunin í hjarta hvers og eins í Jesú nafni og yfirflæðandi bænheyrsla. Í Jesú nafni. Og síðan ætlum við að taka ákvörðun að trúa því að við höfum þegar öðlast það sem við báðum um. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanum að trúa því að ég hef þegar öðlast. Eða það sem ég bað sé þegar orðið. Amen.
Og núna ætlum við bara að eiga smá stund bara nærveru Guðs og bara eiga hljóða kjurra stund með honum þar sem við ætlum að færa okkur nær honum, vera í hans nærveru, hlusta. Amen. Ég þakka þér Drottin að þú hefur unnið stórkostlegt verk í hjarta hvers og eins sem er að hlusta og horfa. Og ég þakka þér fyrir að hver og einn áttur að finna fyrir rosalega sterkt fyrir nærveruðinni. Núna næstu daga og næstu vikur að fólk sér sýnir, dreymir drauma, fær vitjanir, upplifir lækningu, upplifir lausn og kraftaverk og tákn og undurinn í líf sitt núna næstu daga og næstu vikur og næstu mánuði í Jesú nafni. Amen. Amen. Amen.